Komið sæl og verið velkomin með okkur í Hvíta máva. Ég nappaði gestinn úr, bara tölverðri vinnu, fermingarundibúningi og sauðburði og fleira örugglega. Gestur okkar prestur, gestur prestur. Í Laufási, hér í Eyjafirði, heiti Bolli Pétur Bollason. Velkomin. Takk kærlega fyrir. Sauðburður? Sauðburður í gangi. Já. Já. Þessu fenn nú senn að ljúka hjá mér, ég vona það allavega. Já. Það svona, það eru 14 ær sem ég eftir að bera. Já. Hjá mér og hérna ég með 70 kindur. Og hvernig hefur gengið? Þetta hefur gengið vel. Já. Já, mun betur en í fyrra. Og svona flest lömbin lifað og eru bara nokkuð fersk og heilsusamleg. Þrátt fyrir svona kuldatíð? Já, þrátt fyrir kuldatíðina. En lætur þau fara út? Þau eru aðeins farin að fara út núna, sko. Já. Svona út í Gerði, þarna við fjárhúsin og njóta sólar. Sólinn fann að sýna sig. Það var eitthvað í sjónvarpinu núna bara fyrir skömmu, það var rætt við ung hjón. Konan var að tala við fréttamanninn og það kom ljós að þau sváfu meira að segja í fjárhúsinu. Já. Þetta svo mikið að gera og ekki þetta að fara neitt í burtu. Nei. Ég tek kvöldvaktir og næturvaktir og með fína sófa, mjög góðan sófa og ligni stundum aftur augum þar og hlusta á útvarpið. En fyrir fólkið á mölinni, hvernig áttar þig á því hvað gefið til kynna að burður sé að hefjast? Áttar ég mig á bara hvernig sauðféð, lestu í sauðféð, það einhver ákveðið háttalag sem gerir það verkum og þú veist að þessi ær að fara að bera? Já, maður sér það. Það nú svona farin að hengja haus og svo náttúrulega farin að liggja svolítið og jafnvel orðnar pínlítið órólegar og alltaf skipt stað og svo fer maður náttúrulega og gáir reglulega aftan í og sér að það komið einhver slímdropi, þá náttúrulega fer nú allt til þess að styttast í burð. Já. En þarf að hjálpa mörgum? Það nú náttúrulega hjálpa svolítið þessum sem eru yngri og það getur oft verið vandamál og vesen. Það þessar sem eru auðvitað að bera í fyrsta sinn. Já. Og þessar eldri láta nú venjulega ágætlega við mann og gengur betur með þær. Já. Vilja þær vera einar út af fyrir sig meðan á sig stendur? Ég stúka þær alltaf af, þær sem að fara að bera. Já. Það þarf að vera og líka það náttúrulega að hinar séu ekki að fara eitthvað að þefa lömbunum og jafnvel hlaupa yfir lömbin nýfædd og þess áttar. Það verður að hafa þær alveg út af fyrir sig. Bolli, af hverju þú prestur í Laufási, þessum sögufræga stað. Hvað er þetta að dandalast með kindur? Þetta eitthvað svona sem blundar og býr í manni. Náttúrulega þegar ég ólst upp í Laufási, þá var nú pabbi með kindur. Kindur og kartöflur. Og þarna eru náttúrulega afskaplega góðar aðstæður, stór fjárhús og mikil og mér finnst eiginlega alveg nauðsynlegt að þegar maður situr svona staðan að borð að maður nýti þessi hús og þannig að þau fara nú ekki að grotna niður. Það sé lífi í þessum húsum, að lyktin viðhaldist og ég verð aldrei umfangsmikill bóndi þarna, það alveg ljóst. En við erum 70 kindur og það nokkuð. Ég frístundabóndi. Já, frístundabóndi. En þetta... Ég meina, þetta ekki afkoman eða ágóðin sem að rekur menn í þetta. Nei, það engin gróðar. Nei, það bara að fá að vera með skepnur. Já, þetta viss áhugi. Mér finnst líka svolítið gott fyrst að maður þannig sveit að maður kynnist þessu, að maður sé með þetta og svona lifa og hrærist í þessu, því að þá líka nærmaður ákveðnum tengslum við sóknarbörnin sem eru með þetta og lifa við þetta. Kunnur þetta þegar þú komst? Nei, ég var auðvitað svo ungur þegar kindur voru í Laufási og ég var alls þarna upp, Þá var ég nú bara patti en ég læri svona hægt og bítandi. Núna það eru margir þarna sem gefa góð ráð. Reyndir bændur í sveitinni. Þetta ekki góðir bændur og vinir? Og svo náttúrulega hjálpast að og menn eru alltaf boðnir og búnir og mæta á svæðið. Ef það eitthvað vesinn í burði eða öðru þá það svo mikil bara samvitund og samhjálp í sveitinni. Og til sveita hér, mér finnst það alveg dásamlegt að vera vitni að því. En maður getur líka spurt hvað gerir sveitaprestur?
Ég vissum að margt fólk sem vill fá svar við þessari spurningu. Hvað gerir bolli í Laufási? Ég gæti sennilega sest niður í Laufási og gert ekki nokkuð skapaðan hlut. Já. En ég leyfi mér það ekki. Maður þarf að vera svolítið frjór og hafa hugmyndir og drífa hlutin áfram. Auðvitað er ég með gott samstarfsfólk í sóknarnefndum í Prestakallinu og ég er nú með 5 sóknarnefndir. Og ég auðvitað náttúrulega ber maður ábyrgð á helgihaldi og maður er alltaf með reglulegt helgihald í mörgum kirkjum yfir vetratíma. Barnastarf og æskulýðsstarf og semst fermingarstarf og sem bara töluvert mikið og margt umleikis. Og svo náttúrulega þetta sinnir maður þessum sérathöfnum sem koma upp, skírnum og brúðkaupum og útförum og þínlíku. Svo er ég líka í öldrunarstarfi og það er nú sambýli fyrir aldraða og Grenivík sem ég mæti reglulega og svo eru þingeyingar mjög duglegir að koma saman og eldri þingeyingar mæta alltaf mánaðarlega í Stórutjarnarskóla og spila vist og þá þangað kem ég og er með erindi og jafnvel spila líka. Ekki sem eldri þingeyingur? Nei, kornungur maðurinn. Já. Rétt rúmlega fertugur. Já. Þú ert með 5 kirkjur? Já, þetta eru 5 sóknarkirkjur í Prestakallinu og svo eru 4 bænhús sem eru aflagðar sóknarkirkjur. Já. Og svo er 1 kapella sem er á Vékjustöðum í Hnoskadal. Hvaða kirkjur eru bænhús, aflagðar kirkjur? Það eru Illugastaðakirkja, Draflastaðakirkja, gamla Ljósavaskirkja og Laufáskirkja sem verður nú nota bene 150 ára í sumar. Já. Og haldið verður rækilega upp á það 2. ágúst næstkomandi. 150 ára? 150 ára. Og þær eru margar gamlar í Laufásprestakallinu. En hversu oft ferðu og heldur eitthvað í Draflastaðakirkju eða Illugastaðakirkju? Illugastaðakirkja er nú talsvert sumarkirkja. Á Illugastöðum er Ólafsbyggð, Ólafshús og þar er ég með vikulega stundir yfir sumartíma í Illugastaðakirkju og fyrir gesti á staðnum og ferðafólk og bara alla sem vilja. Og Draflastöðum, þar er nú alltaf nýársmessa. Ég byrja alltaf nýtt ár þar. Á Draflastöðum? Á Draflastöðum og alltaf messa þar 2. janúar reyndar. Og svo er ég náttúrulega í sumum kirkjum það sem er bara messað hátíðir. En í sóknarkirkjónum og sérstaklega Grenivíkurkirkja og Svalbarðskirkja og Þorgeiskirkja við Ljósavatn. Þetta eru þær kirkjur þar sem er reglubundið helgihald. Svona þegar það taliði saman, allar þessar kirkjur og bænhús og annað, þá er í rauninni alveg yfirdrifið að gera. Já, ég er alveg hreint þönum yfir vetratíman og svo auðvitað náttúrulega fer heilmikil orka og tími í það bara að fara og koma sér á milli staða og í vetraríkinu og þess. Drekka kaffi? Og drekka kaffi. Ég drekk alveg nóg af því. Alltaf upptjúnaður. Prestar drekka kaffi? Já, maður þarf að drekka kaffi. En ætli maður fær ekki að skipta yfir í teið svona þegar árin líða. Er það ekki alltaf svoleiðis? Jú, manni skilst það. En varðandi svona starfið, maður veit að prestar eru með móttökutíma, fólk getur komið og tala við prestar, rækja raunir sínar og leita hugunar og þar fram eftir göttunum. Er þetta ekki bara eins í sveitinni, þetta er bara dreifðara? Jú, það er bara þannig. Það eru allstaðar, bara mennskan er eins, allstaðar. Sömu vandamálin? Já. Og ég náttúrulega þekki samanburðin, ég var í borg áður, prestur, í Breiðholti, í Seljakverfi. Og þetta er svona kannski meiri hraði þar og maður, og svona einhvern veginn svolítið minni tími sem gefst. En þannig að það er svo, samskipti verða svolítið öðruvísi í dreifðu byggðum, og maður jafnvel fer á bæina og hittir fólk heima við og svoleiðis, Hringir fólk í því og biður það að koma? Já, það kemur alveg fyrir, já. Og þá gerir maður það, og svo kemur það við heima og ég er með skrifstofu þar náttúrulega og eins og stendur á heimasíðu prestakallsins að þá eru viðtalstímar eftir samkomulagi. Þannig að þetta getur verið á öllum tímum. Já, menn renna bara við. Það er ekki bara milli 11 og 12. Það er best að líta við hjá sér að bolla. Já. En það er ekki bara einn bolli eins og það stendur, það þarf 2 til.
Hver kona þín? Hún Sunna Dóra Möller heitir hún. Hún prestur líka. Hún prestur líka? Já, og prestur hérna við Akureyrarkirkju. Sinnir æskulýðsmálum, barna og æskulýðsmálum og hérna, hún búin að starfa þar í. Já, hún vígist 2012. Já. Og hérna við kynntumst í guðfræðideildinni eins og svo margir aðrir. Þá segir maður bara, hvernig færðu að sofa á kvöldin? Já, það bara með bænum og... Og einhverju fallegu? Einhverju fallegu. Já, heldur betur. Já. En þú ert náttúrulega ekki eini í fjölskyldunni sem prestur. Nei. Það nú eitt sem íst þig. Já, þetta mikil prestastefna sem á sér stað þegar fjölskyldan kemur saman. Pappinn náttúrulega þekktur, séra Bolli í Laufási. Já, hann var prestur í Laufási í Hafnarfjórðung. Já. Heldur betur og flyttir svo í Hóla og þar vígslubiskup síðasta áratuginn í starfi. Já. En við erum 3 af 6 systkinum sem sinnum þessari þjónustu, erum prestar. Þú segir ekki. Og það nú víst þannig. Og þetta bara smittandi, það virðist vera. Hvað þetta? Þetta uppeldið, hvað það? Sko, ég hef alltaf verið trúaður og hef alltaf átt með sterka trú. Kemur það ekki náttúrulega bara úr barnæskunni og bara uppeldinu? Jú, ég reyndi að líta svo á að hver einasta manneskja eigi sér einhvern trúarneista. En svo hvernig það allt saman fer og þróast og allt það. Og ég hef bara verið svo langsamur og ég svo þakklátur fyrir það að ég hef fengið tækifæri og farveg til þess að rækta þennan neista og verið hvattur til þess. Það gerðu foreldrar mínir í uppvexti. Ég var alltaf strax byrjaður þegar og náttúrulega hefur verið beðið með mér bænirnar áður en ég fór að sofa á kvöldin eins og svo sem gerist á mörgum heimilum. En ég líka bað mikið sjálfur. Ég man að ég átti alltaf miklar bænastundir áður en ég fór að sofa. Þú bara einn og sjálfur? Já. Og mér alltaf liðið vel með það og aldrei hætt því. Er það þá bara alveg frá unga aldri? Já, frá unga aldri. Og svo á ég líka alltaf mynd í huganum sem svo sterk og kemur oft upp að ég átti afa hérna á Akureyri, Gústi Rafvirki og Gústi, söng í Smárakvartettinu? Söng í Smárakvartettinu. Já. Og ég get sagt þér að það það má segja að ég hef munað fyrst eftir mér þá. Að ég fekk stundum allavega, ég var mjög ungur. Að einhverju sinni gisti ég hjá Gústa afa og Ingu frænku, þau bjuggu saman á Reynivöllum. Já. Og þar afi svæfði mig og hann byrjaði á því að ganga að Svernbergisurðinni og gerði krosstákn á hurðina og síðan lagðist hann við hliðina á mér og við fórum með bænir, hann fór með bænir með mér. Og svo endaði hann á því að syngja Góða nótt með bassaröddinni sinni. Ég trúi því ekki. Og þá fór ég nú svona líka inn í draumalandið. Já. Þannig að Gústi Rafvirki hefur sungið inn í draumalandið? Já, hann allavega með þessari stund, hún kemur mjög oft upp í hugan. Og svo hefur það gerst að þetta lag hefur verið sungið við útför þar sem ég var að þjóna. Og þá var ég svo fegin að ég sneri að altarinu. Já. Því að tárin voru að renna. Þá kom Gústi afi. Já. Og þetta moment, þessi stund, sem ég hef svo oft í huganum. Já. En auðvitað gáfu foreldrar mín líka með svona margar svona stundir og maður var alltaf hvattur. En það var aldrei, trúnni var ekki troðið í mann. Nei. En mér langar til að spyrja þig líka, að því að þú færð þetta í þig svona ungur og þeir systkinin og ykkar eru prestar. Var aldrei neitt annað sem kom til greina? Langaði ekki að vera rafvirki eins og Gústi eða flugmaður eða slökkviliðsmaður eða eitthvað? Nei, en ég hins vegar var ég að velta fyrir mér að læra þýsku. Já. Það var nú sennilega komið til vegna sem ég gekk ágætlega í þýsku í menntaskóla. Já. Þannig að ég fór í einhverja þýskutíma þegar ég kom suður í háskólann og þar satt ég eini strákurinn í bekknum og og hugsaði sem svo líka, ég verð þá bara eiginlega að fara til Þýskalands til þess að læra þýsku og það gekk nú ekki alveg upp á þessum tíma. Þú hefur þá orðið kennari? Já, allir ég hef ekki orðið kennari. Er það ekki? Jú. Síðan hef ég nú ekki ræktað þennan þýsku áhuga minn eða
það síðan sko, en ég velti mig bara þarna yfir í guðfræðideildina og þar kynntist ég mjög skemmtilegu fólki og það var bara virkilega skemmtilegt nám. Og þar hittur þið Tína? Og þar hitti ég konu mína. Já. Það nú mitt stærsta lán í lífinu. Er ekki nokkuð algengt að fólk nái saman í guðfræðideildinni? Mjög algengt. Og systir mín, hún Jóna Hrönn, hún kynntist manninu sínu þar. Já, hún Bjarna? Já. Kynntist þar og fleiri pör. Ég ætti nú kannski að telja það upp. Nei. En nú veit ég að fyrir utan starfið og sauðfjárbúskapinn og annað og það sem þú ert að dunda, að þú hefur áhuga á fleiru. Já. Þú ert veiðimaður. Já, ég hef alltaf haft gaman að því að veiða. Já. Og þegar ég var strákur þá veitti ég ofta stöng, sílung, hana niður frá heima í Laufási. Og svo þegar ég var unglingur, þá var maður nokkur sem hét Agnar Tómasson og ég er enda tiltölulega nýlega búinn að jarðsyngja. Hann Agnar Hlaðskera sem var hér á Akureyri. Hann fekk að veiða hjá pappa í rjúpur í Laufásnum og ætlaði hann fyrst að bjóða eldri bróður mínum, hann Gústa Geir, til rjúpna en hann var nú að sinna öðru, bara myndlistinni þá þegar. Já. Og bauð mér í staðinn og ég fór hann að Trítlanda eftir, bara ég vil svona 13-14 ára eitthvað svoleiðis. Já, með haglabyssu? Já, svona, við allavega syngda með svona fyrst, sko, en mjög fljótlega fór ég að ganga með byssu. Og hann leiddi mig alveg inn í þetta og smittaði mig af þessari bakteríu, sko, skotviðinni. Og ég hef alla tíð með smá hléi svona sinnt þessu. Þú stundaði þetta? Ég stundaði þetta, já, rjúpu og gæs og svo meiri segja fyrir, já, það er kannski fyrir áratug síðan, þá fór ég fyrst í hreindýr, austur og hérað. Hlaupið eftir hreindýri og hérað? Já, farið nokkri strákar saman þangað og náðu okkur í soðið. Hvernig strákar er það sem þú umgengst? Þetta eru bara alls konar ekki prestar? Nei, en þeir eru sem er mjög skemmtilegir. Þrátt fyrir það að vera ekki prestar? Þetta eru alls konar típur. Ég hef svo gaman að því, að vera bara með alls konar típur. Já. Og bara flóran í þessu öllu saman, sko. Bolli. Já. Kveikjur. Já. Ég er búinn að glugga í þetta. Já. Þetta var að koma út. Já. Þetta er eftir þig. Já. Þarna er rjúpnaveiðisaga. Já, til dæmis. Það sem komst fyrst í tæri við rjúpu og þú skalf svo mikið og andaði svo mikið að þú hristist allur. Já. Var það svoleiðis þetta? Það verður að segjast eins og vera í þessum sögum, 40 smásögur, að þá auðvitað er þetta skáldskapur en þarna koma inn í reynslumyndir úr mínu lífi. Já, er það ekki? Byggir á því? Já, það er flækjast þarna inn í ýmsar sögur, sko. Ekki allar. En óhjákvæmilega þá miðla ég svolítið að minni reynslu, bæði sem veiðmaður og sem prestur. Er langt síðan að byrja að skrifa þetta? Ár, skulum við segja. Ekki meira? Nei. Þannig að þú hefur setið á dimmum vetrarkvöldum með teppi yfir öxlunum í gamla Laufásbænum við kertaljós og skrifað með fjaðurpenna. Svona næstu því hér upp í alveg. Ég hef ekki bara setið við Mac-Pro tölvuna og stiflað þetta inn. Björn í Laufási hafði ekkert svoleiðis? Nei, hann hafði ekkert svoleiðis. Nei, ég hef verið að skrifa svona stuttar sögur. Og þetta nú bara, það má segja, kveikjan að þessu svo að bara löngun til þess að setja fram dæmisögur úr nútímanum með vissum skilaboðum. Já. Síðan náttúrulega, sko, sem kemur nú ekki fram í formála þarna, að þá skrifa ég eitt sinn predikun fyrir Allraheilagramessu og þá eru það sæluboð Jesú sem eru til umfjöllunar. Skrifaði predikun og gerði örsögu við hvert sæluboð og bara svona úr hinu daglega lífi, sko, og með vissum skilaboðum og heimfærslu á svona sem tengdi sæluboðunum og flutti þessa predikun og þá fékk ég líka svona svolítið þessa hugmynd eftir það, lengi í þeim sögum og búa til sögur í bók. Já. Og með ritningaversum sem svona tengjast sögunum á einn eða annan hátt, bæði beint og óbeint. Og svo eru þarna ljósmyndir eftir vinn minn og veiðifélaga, Völund Jónsson, blaðaljósmyndara. Já, hann er veiðifélagi. Og svo sko umræðu kveikjur á eftir hverju sögu. Já, svona spurningar aðeins til þess að ýta. Hvað gerir þú þegar þú verður reiður eða reið? Já,
svo er það. Og þegar þú talar reiðina, ég get sagt þér það að sko, ég hef nú sjálfur bara komist að því eftir að hafa skrifað þessa bók og þessar sögur að reiðin svolítið fyrirferðarmikil hana, reiði og fordómar. Og ég held að það sé bara endurspeglun svolítið á okkar samfélagi. Það ekki? Það nefnilega kraumar undir, auðvitað eigum að vera bjartsýn og jákvæð og allt það, en það kraumar undir viss reiði af því það hafa líka bara verið hefur verið mikil ólga og miklar hræringar í okkar samfélagi í nokkuð langan tíma. Þolinmæðin að verða lítil og maður sér það bara orðræðunni, samfélagsmiðlum, það notur sterk og mikil orð. Nú síðast bara hana Maríu sem komst ekki í Eurovision. Já, til dæmis. Það töluvert reiði í gangi og maður finnur sterkt fyrir henni bara í bara þessu stóra samhengi samfélagsins. Og þetta kemur svolítið fram í sögunum. Sagan heitir nú bara beint Reiðin. Reiðin, hún hérna, já. Og fjallar um reiðamannesku. En svo ég líka að benda á að við eigum ekki að sitja einu uppi með reiðina. Við eigum að ræða hana við mannesku og fólk sem við treystum og finna henni farveg, því þetta mjög vandmeðfarin tilfinning. Hún erfið fyrir marga? Mjög erfið tilfinning og getur svoleiðis alveg rifið mann og tætta innan. Eins koma þarna fram töluvert, ég náttúrulega fjalla krefjandi aðstæður oft þarna og svona lífsaðstæður. Þarna koma fram fordómar. Bæði bein umfjöllun fordóma í sögunum og svo líka leynast fordómar í þeim, höfundar. Því ég ekki fordómalaus. Ég held að enginn sé fordómalaus. Ef einhver til þess að vilja vera fordómalausan, þá held ég að hann sé hvað fordómar fylgstu, sko. En fordómar eitt hættulegasta afl sem við erum að fást við í veröldinni. Og við losnum aldrei alveg við þá. En það fræðsla, bara upplýsingar og samtal og samræður sem halda þeim svona nokkuð niðri. Já. Þú talar hérna veiðiklerkur. Veiðiklerkur, og haglabyssan upp úr skurðinum. Hvað segja sveittungaðínir við þessari veiðidellu? Ég kemur fram í sögunni. Nei, ég sé, og það eiginlega alveg eðlilegt að menn velti því fyrir sig. Hvað prestur og klöngrast upp á fjöll að skjóta hvíta seglsingja, En öll höfum við náttúrulega vissa þörf til þess að nýta náttúruna. Eigum að gera það á hóflegan hátt. Ég tala nú líka svolítið veiði siðferði þarna. Og menn auðvitað geta alveg spurt sig, en okkur nú ætlað að nýta þessa náttúru og hluta því líka bara eru veiðar á villtum dýrum. Og svo maður líka upp dýr til slátrunar. Til slátrunar. Og þetta hefur alltaf verið gert. Þetta hefur alltaf verið gert og þetta bara frummaðurinn. Við erum vissan hátt frumstæði. En það þýðir ekkert að fara eftir þessum nýju reglum í laxveiðinni, veiða og sleppa. Það ekkert að gera það í rjúpnaveiðinni. Nei, það þýðir ekki. Og það að versta sem kemur fyrir mann, það að missa frá sér særða fugl. Og ég hef reyndar aldrei skilið þessa aðferð að vera að veiða og sleppa. Ég held að maður geti líka sært dýrin, Hverjum þetta ætlað? Bara öllum og ungum sem öldnum. Þetta mjög þægilegt, af því að þetta svo stuttar, nýtmiðaðar sögur, það svo lítið mál að lesa þær, en það segja mikið og svo ertu með svona umræðu grundvöll sjálfæði og eftir. Já, og meira þess að segja þig formálum, þú getur tekið þetta upp á biðstofinu og lesið eins og einu sögu eða þau vart að bíða eftir næsta þjónustufulltrúa í símanum. Dylanmessa. Dylanmessa, og það auðvitað byggt á reynslu, þar sem ég var með svoleiðis. Ég man eftir því. Og svo fleiri sögur og náttúrulega þjóðfélagsmein. Eins og fátækt, einelti, einsemd og fleira og fleira. Ertu gagnrýninn á samfélagið? Já, vissan hátt í það svolítið í þessum sögum. En kemur það fram svona í starfið þínu og í predikunum og þess áttar? Já, það getur alveg komið þar fram. Er það ekki ágætt? Jú. Er ekki prestar að gera það? Jú, sem mikilvægt að við svona, skoðum samfélagið í gagnrýnu ljósi og bendum alveg á leiðir og ég held að það sé mjög mikilvægt, Hvar fæst svona bók? Eymundsson. Bara hérna hinum megin göttuna? Já, bara hérna hinum megin og fleiri stöðum, og það bókaútgáfan Hólar sem gefur þetta út. Ég verið í samstarfi við
Guðjón Inga Eiríksson sem með það útgáfu. Þangað auðvitað líka hægt að leita og panta bók og til klerksins líka. Bolla í Laufási. Skuttlast út til Bolla í Laufási og fá kaffi í liðinni. Konan aldrei leið á sem heimsókn, ég spyr bara. Nei, alltaf að hella upp á. Hún afskaplega þolinmóð. Nei, hún bara félagslynd kona og hefur gaman að því að hitta fólk og enda hún í þessu starfi. Það náttúrulega, þegar maður prestur, það afskaplega nauðsynlegt að vera svolítið félagslyndur. Já, ég held að gangi ekki öðruvísi. Nei, gengur ekki öðruvísi. Komstu með eitthvað sniðugt til þess að sýna mér einhvern lítinn hlut eða eitthvað áður við hættum? Já, ég kom með þennan miða. Komstu með þennan miða? Já, og þetta engin venjulegur miði. Þetta límmiði með teikningu. Ex Libris. Ég get límt þetta inn í kveikjubókina. Já. Og faðir minn Sálugi, hann teiknaði mynd, handa okkur systkinum, Ex Libris mynd og gaf okkur í fermingargjöf. Og þetta mitt Ex Libris og þarna hundur sem hét Plokkson og var á Ólafsvallakynnu, hreinræktaður fjárhundur. Já, já. Og gjöf frá Pétri í Laufási sem var á undan mér og þá var hann á Mörvöllum. Og svo þarna hestasteinn sem hestasteinninn á bæjarhlaðinu í Laufási. Í Laufási? Já. Það er þess að saga í Kveikjum sem heitir Hestasteinn. Og þar auðvitað þessi steinn í huga höfundar. Og þetta set ég inn í bækur til að merkja mér þær. Þetta enda þannig límið að það þarf að sleikja. Það gamaldags. Þú þarft að eiga kýr til að láta það í sleikja þetta. Við erum bara út í fjárhús og læt kindurna sleikja þetta. Bolli Pétur segir ég, nú ætla ég að taka þig mynd sem alveg í blálokinn áður en ég sleppi þér í fermingafræðslu og sauðburð og allt þetta. Fín mynd, gaman að spjalla við þig. Takk hérlega fyrir. Takk fyrir að koma.